Við gerum hlýja útsendingu til að tilkynna að enn einn stöðin rétt ófarin í loftið og verður ekki stöðvuð úr því sem komið Gott kvöld. Gata hvað? Svo Mikael, komið sæl. Nýlega fundust í fórum lögreglunar mál sem týnstöðu í kerfinu og af þeim sökum hefur aldrei tekist að ljúka þeim. Þar á meðal eru sjöundarmálið, mál Höllu og Eyvindar og mál Axlar-Bjarnar. Framámenn í dómskerfinu hafa heitið því að þessi mál verði öll tekin upp að nýju og þeim sem hluteiga máli stranglega refsað. Þetta lítum við betur á síðar en fyrst þetta. Fyrirgefðu, vinnur maður, ég var bara eitthvað annað sugar, maður. Já, Fyrirgefðu. Þetta getur alltaf komið fyrir. Já, heyrðu, ertu með tjónstilkynningu í bílunum? Já, ég með hana, heyrðu, getur ekki bara gengið frá þessu setna? Ég bara að vera að Nei, við erum enga svend að hespa þess að. Allt í lagi, vinnur. Já. Þetta hérna nú. Allt í góður. Gjörðu svo vel. Já. Fyrirgefðu, ég er bara svakalega mikið að flýta mig. Já, þetta er aftan á kvista náttúrulega. Já, þetta er aftan á kvista, já. Skráningarnúmer. Já. Vátryggingafélag. Já, einmitt. Og þú heitir? Dagur Einarsson. Dagur Einarsson. Já. Já, ok. Vátryggingafélag, já, þetta. Já, nei, ekki alveg, byrju. Byrju, já, þetta er að teikna afstöðu minn. Afstöðu minn? Já, sérðu, það er ætlast til að sé teiknað afstöðu minn. Já, ég skil þig. Og sjá, svo er það bara spurning heppilegan vinkil. Býttu, veistu það, ég er alveg, ég er svo tæpur á tíma, veistu það, ég... Svona, tekur engastur. Nei, þetta er ómögulega pappir, fálmeilegan pappir, ég þoli ekki fúsk. Veistu, ég er alveg að verða seinn, maður. Og sjá, þá, spurning hvaða vinkil við höfum hérna á þessu. Hvað er þetta að tala um? Sjá, já. Heyrðu, ertu ekki til í að stilla þér hérna upp við bílinn svona, mér finnst vanta eitthvað svona fígúratíft í þetta mótíl. Ég er bara alveg. Svona, já, heyrðu. Aðeins frá, svona já, flott þetta. Og svo prófílinn aðeins meira, svona, þetta var það, og gil svona. Róðalega rólega heitir þetta. Já, maður eitthvað svona eirðarlega svona bara. Já, endilega finna okkur eftir dundus. Heyrðu, förum í fuglafytt. Æ. Ok. Heyrðu, nú veit ég, förum að fela hlut. Nei, það er svo barnalegt eitthvað. Er það? Já. Heyrðu, nú veit ég, förum og felum mál. Já, þarna, varstu með það? Heyrðu, ok, ég fel, þú leitar. Fínt er, hvað ætlar að fela? Ég ætla að fela hérna, já, flott. Ég ætla að fela stóra kókaínmálið. Já, ég grúfi. Já, ekki kíkja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, mál. Er það fugl eða fiskur? Það er svona, sé ekki págugur. Gæti samt verið loðna líka. Út kaldur hana, kaldur en þá. Ert að fara hérna. Svolítið heitur á bakinu. Bakinu, nei, á bakinu á þér sko. Og svakalega heitur, brennandi heitur, kaldur, orðin ískaldur. Alveg farin að frostna núna. Frost. Nú er ég svakalega heitur. Hættur að vera heitur. Út kaldur ennþá. Mjög kaldur. Ískaldur. Æ, ég gert upp. Gert upp? Já. Æ, ok. Hvað er það? Hvað er það? Já. Veitu, hvað sett ég það? Veitu, ég var ekki að fela þetta bara rétt að... Hvað sagði það fugl eða fiskur? Ég man það eiginlega ekki. En ég gefst upp. Jæja, segjum þá bara að sé finn. Já. En hvað er þá að segja í skýrslunni? Segjum bara að það hafði hvorki verið fugl eða fiskur. Ok. Herðu, nú felur þú. Já, fínt. Hvað ætlar að fela? Geirfinnsmálið. Dóttir. Og svo lík ég þarna doktorsprófi í þjóðarfræði 86 og hef síðan unnið hjá Evrópubandalaginu, Alþjóðabankanum og Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna. Já, þetta er allt saman mjög fallegt hérna, þessi meðmæli svona hérna og ég sé ekki til fyrir stöðu að menn getur bara skrifað undir. Nei. En það er kannski með launin. Þau eru nú kannski ekki til að hrópa húrra fyrir svona, miðað þess að þú ert vanur. Þetta er nú ekki nefnir rétt 700.000 á mánuði. Já, ég átta mig á því. Ég felli mig alveg við það. Þú gerir það? Já. Herðu, þá skulum við bara skrifa undir. Ég skrifa það hérna, sko. Já. Gjörðu svo vel. Hvað lykt er þetta?
Heyrðu, þú reykir þó ekki það? Ég? Já. Já, það... Hvernig dettur þér í hug að koma hingað inn? Heldur þú ég ráði hingað fíkniefna neytendur? Viltu bara gjöra svona og koma þér út þarna eins og skotur? Síðasti reykingamaðurinn. Honum var hvergi vært. Hann lagði sig í bráða lífshættu á hverjum degi. Ekkert athvarf var öruggt fyrir hann. Við vitum að þú ert þarna inni! Láttu út að brjóta hurðina þarna! Hvað? Heyrðu, varst að reykja? Nei, ætlar að drepa okkur öll þarna dópistinni. Ef þú reynir þetta einu sinni enn, þá voru kærður fyrir morðtilraun. Drepuðu, þykar. Sko, hér fólki mesta sakleysi að drekka sig full og þú ætlar bara að svæla það út. Ég bara með létta sígarettu. Létta sígarettu, já. Heyrðu, það sko stranglega bannað að eitra fyrir heiðverðum borgurum. Ég skal lofa þér einu að þetta mál, það týnir sko ekki í kerfinu. Komdu með mér. Útskúfaður úr mannlegu samfélagi, fyrirlitin af meðbræðrum sínum, rúin allri sjálfsvirðingu, einn í heiminum. Flúinn að byggðu bóli, barma mér einn í fell. Grátandi bið ég, Guð minn, gefðu mér drottinn eld. Fjárvana kaldur og hóstandi, situr hann uppi með stimpilinn, gangandi heilbrigðisvandamál. Síðasti reykingamaðurinn, hörmulegur harmleikur sem lætur engan ósnortinn, stranglega bönnuð börnum. Síðasti reykingamaðurinn. Jæja, vinnur, já. Svo það verið að koma frá útlöndum? Já. Og ertu ekki með neitt ólöglegt á þér það nokkuð? Ég? Nei. Engin fíkniefni neitt svoleiðis. Nei, hann er ekki með neitt á sér. Nei. Já, veistu, ég er bara ekki alveg einhvern veginn ánægður með þetta. Heyrðu, gúmmíhanskana. Gúmmíhanskana. Nei, ekki gúmmíhanskana. Hei, strákar, í guðanna bænum. Ekki gúmmíhanskana. Nei. Nú, hvað er að gerast? Blöð hérna. Ekkert ólöglegt. Heyrðu þið? Já. Það er nú fleira ólöglegt en fíkniefni. Já. Heldur þú ekki gengið fulla? Nei, maður bara gengur aldrei og langt í þessum öfnum. Þetta er komið, held ég bara. Nú var það? Já, þetta er meira og meira komið. Þú mátt fara, vinur. Já, þakka þér. Mannverkasjófall. Lítum á þetta. Já, nú ætlar það að fara að lækka áfengismörkin í blóðinu. Já, maður sér nú í gegnum svona hluti, strákar, sko. Það? Já, þið ekkert að segja manni svona tíðindi, sko. Það er verið að hirða hérna blind fulla ökumenn út kvippin og kvappin, löggan svolítið út á daginn inn með blöður og lofti. Já. En það er ekki verið að hrófla við öllum hinum sem að keyra ófullir. Já, nei, það má ekki segja neitt, Nei. Já, en hægt þá að loka augunum og líta í aðra átt. Samt eða náttúrulega staðurinn að þeir sem keyra ófullir, alltaf náttúrulega mun fleiri slysum. Það má ekki tala um það. Maður nú eldri um 5 vetur frá hvað. Jæja, var þetta nokkuð sárt? Nei. Ég er vanur þessu, ég kem hingað í hverju mánuði. Já, flottir. Er það svo bara kreistur í hérna svona? Já, ég veit. Já. Allt í sómannavinnu bara? Jú. Flottir, ég þarf að skreppa aðeins. Já, ég veit. Já, kem alveg. Já, ég veit. Allt í fína, bara pumpa þig. Já, bless. Og segist mér hver að gera því. Þannig ég þekki þetta náttúrulega. Og hvað sagði hann? Þá sagði hann, ég hélt einmitt að það væri svo heitt í gróðurhúsunum hjá okkur. Þannig að það væri þess vegna sem ég færi alltaf úr öllum fötunum. Og hvað sagði þú þá? Ég leit bara á klukkunum og sagði, Guð minn almáttugur, ég er að gleyma mér! Og hvað sagði hann þá?
Þórður minn, hætt að pumpa, þetta er ég! Þórður, þú sagðist koma hingað einu sinni í mánuði að gefa blóð? Já, taktu þau bara frí í næstu 2 árin, held ég. Sjófallaverkmannið, fyrirgefið, ég ætlaði að segja fallmannaverksjóið, nei, mannsjóafallverkið, afsakið, þarna eruð mér á mismæli. Verksjóafallmannið, við skulum bara næst fá næstu frétt. Er þetta ekki að verða búið, maður? Já, búið og búið. Hvenær er listaverk búið? Ég er að verða allt of seinn. Já. Jæja, ég er nú ekki alveg ánægður með þetta, en ég held ég láti þetta fara svona bara, ég get ekki annað. Heyrðu, það bílaði setja bæinn á enda, sérðu? Já. Heyrðu, áskotum bara, þá verð ég að bæta henni við. Nei! Heyrðu, hvað höfum við hér? Er þetta kók? Ok, ég játa. Heyrðu, en það er leyfilegt að flytja kók inn? Nú? Já. Þá hefur ykkur platað mig laglega. Ég er ansið hrættur það, vinnur. Jæja, bói minn, þá er þetta bara komið. Já, fínt er. Þetta er hérna. Já, sko til. Já. Hörru minn, gotum með glasið. Já. Smakkaðu. Já, takk. Já, það var nokkuð gott, en svolítið þurrt samt. Já, er það? Já. Já, ég er svolítið farin að þynnast upp. Ég veit það. Hörru, hérna, skelltu þess í þig. Já, kallinn. Svo þarf hann að tappa af honum svo ég fá eitthvað. Já, látt hann hafa tómaglerið. Já. Þetta er það. Já. Vad kommer det först bättre här? Já. Sjómannaverkfallið. Já, Já. Sjómannaverkfallið. Nei, þetta er bara ekki pappa nær að gera náttúrulega. Já, ég veit það ófegur. Þetta böglast bara allt fyrir mér þegar myndavélin er á mig. Verkmannafallsjóið. Nei. Now is the winter of our discontent, made glorious summer by the son of York, and all the clouds that lowered upon our house in deep bosom of the ocean buried. Hvað, ekki að þú, lægi. Ég veit ekki, þetta gerir stundum þegar ég er nervös. Hvað er að sjá til mín, maður? Ég næði þessu ekki bara betur en þetta. Þú notar ekki réttan uppþvottalög. Er það ekki? Nei, þú átt að nota bless. Það er margsannað að bless uppþvottalögur leysir upp 10 sinnum meiri fitu en aðrir uppþvottalegir. Já, þá þetta mér eitt í hug. Hvað? Komdu aðeins. Hvað að gera mann sem? Hvað að gera? Onni með þig. Hvað að gera? Bless uppþvottalögur leysir upp 10 sinnum meiri fitu. Við erum stoltir af að geta boðið upp á ferðir við hæfi allra þjóðfélagshópa. Nú bjóðum við erlendu útigangsfólki upp á pakkaferðir hingað til lands. Hei, velkomin. Flug og róni. Þaulvanir leiðsögumenn fylgja gestum borgina og sjáum að þeir kynnist íslenskum lifnaðarháttum. Í pakkanum er innifalinn veiðitúr. Málsverðir undir berum himni. Og glaðværar samverustundir á helstu söguslóðum íslenskrar útigangsmennsku. Nú er í góðum málum, tralalala, drekkum við út af skálum, tralalala. Gleðin oss í brjósti brennur, þangað til að okkur rennur, hár í vondum málum, tralalala. Hey! Flug og róni, af því að fólk á sér mismunandi áhugamál. Sko, ég er búinn að missa fluginu. Ég er búinn að missa ráðstefnunni og ég er búinn að missa vinnuna. Hvers á ég að gjalda í þessu? Búin að merkja hana? Jæja, hvernig líst þér á? Heyrðu,
Það engin leið að átta sig á afstöðu árekstarins á þessari mynd. Hún gjörsamlega út í loft. Þetta bara mín upplifun sem listamanns af þessum árekstri. Ég löngu vaksin upp úr einhverjum sósíalrealisma. Ég tek ekki þátt lengur í svoleiðis plebbaskap. Herðu, ég sko ef þér líkar ekki þessi mynd, þá geturðu bara keyrt aftan á einhvern gamlan afdankaðan landslagsmálara. En ekki mig. Jæja, nú ætlaðu að fara að lækka skattana hjá okkur. Já, maður sér nú í gegnum það, sko. Já. Hvernig þá? Maður heilt þetta allt saman. Já, þeir geta rokið til að lækka skattana hjá okkur. Hjá okkur, sem er mikið bótur raskatt á okkur. En heldur þeir lækki skattana hjá sjálfu sér? Það má ekki. Nei, þeir halda náttúrulega áfram að borga sína skatta algjör upp í toppins anskotar. Halda áfram að borga til ríkisins bara alveg með þeim stætti á því, sko. Já, svo setjum við bara upp í nokkra tíkarlegu skatta. Já, það er það, veit, strókar. Ég sem gerum þetta sem veist það. Men ekki með það, nei, oh my god! I'm so good at Hey, fasting man! No, så kommer filmen altså. Hej, kom her! Nej, men det skal gerne bedre. Jeg skal godt vide, at de fine så flot der med sig. Okay. Jeg kommer! Ej, så er det ikke sådan. Hvad skal du gøre så? Okay. Nana, skal vi dem der en kender en fjola. Så går. Okay. Nej. Hello! Beep, beep. Hey! Jeg skal gøre for mig. Kom ind og sæt mig. Kom. Ja da! Det her er den. Jeg skal lade mig Hey! Jukling! Askot er hans leifur. Já. Ég kemst bara ekkert með hann. Heyrðu, gef mér eitt séns í viðbót. Heyrðu, Unnur. Já. Þú sagðist vera komin frá Hamborg.
Já. Já. Segðu mér hérna, hvað gerir þú peningarnir sem að frúin hérna borgaði þér? Keypt mér föt. Já, þessi hérna? Svo sannarlega. Já, ég kom fleira. Ég hef nú haldið það. Og eins og hvað? Hvað getur þú fyrir það? Svartan Líbanon. Má ekki segja svart, og ekki hvít, og ekki já og nei. Svakar þetta náttúrulega. Já, ég næði þetta. Og fleira rak ekki á fjörur okkar þessa vikuna, nema ef vera skildi, Ingjaldur. Já, nema ef vera skildi mannsjóafallverki. Nei, ég meina fallmannaverksjóið. Nei, fyrir ekki, sjómannafall... Nei, laklefnarsjó... Nei, það kemur allt öfugt út um mér. Nei, ég meina öfugt út um mér. Sjómannaverkfallið. Hei, það tókst, ég segi það, sjómannaverkfallið. Ingjaldur, það er bara flott. Sjómannafellverk. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Tökum stjórnaði Sigurður Snæberg Jónsson. Áhorfendur. Ég verð því miður að tilkynna ykkur að nú of seint að slökkva á sjónvarpsviðtækjunum, því útsending enn einnar stöðvarinnar hefst einmitt núna. Gjörðu svo vel. Gott kvöld. Útvegsmenn kenna frekju sjómanna slæma niðurstöðu í sjómannadeilinni. Sjómenn saka þingmenn undirlægju hátt við útvegsmenn. Þingmenn eru hundóhanaði sjálfir og kenna þjóðarhag það hvernig fór. Ekki hefur náðst í þjóðarhag og þar með þýðir ekki að ræða þetta mál frekar, svo við lítum bara á þetta. Jöfu, ég er alveg að drepast úr hungri maður. Já, hann lítur að fara að koma maturinn. Já, hvert hringdirðu? Það er Júlíós pítsam. Já, ég held að það ekki nú ekki meir en hálftíma að senda hjá þig. Nei, þá ekki gera það, þess vegna er ég svo hissa. Ég ringi á, nú er hann að koma, Sætvinnur. Fyrirgefið, hafið þetta stráka mínu, tunnuna voru bara svo lengi að fyllast. Já, takk. Gjörðu svo vel og verið ykkur á góðu. Takk fyrir, vinnur. Þetta er flott, hér erum við ananas hérna á. Viltu, hérna, pepperoni? Nei, takk. Nei, þú ert ekki pepperoni? Nei. Hérna er margarita með varalit. Með varalit? Já, þetta er margarita. Já, takk, já, ég tek hann aldrei. Þetta er flott maður. Jæja. Það er laxveiði málið sig ekki, Guðvöðu. Blessa, veistu, það er ekki minnst átt að orði framar. Það er nú eitt. Það er alltaf sömu bókina lært í þessu landi. Það er rokil upp til handa og fóta til að hengja einhverja bankastjórrefla fyrir það að veiða lax. Svo eru menn út allan sjó lengst út í Ballarhafi, veiðandi þorsk og loðnu og karfa og ég veit ekki hvað. Er eitthvað sagt við því? Nei, þá halda menn kjafti. Já. Svo geta þessi kallar bara farið í verkfall eins og fínir menn og setið og röskatun og haft það fínt. Og meðan að bankastjóra greið þurfa að puða í laxinum. Hvað ef að bankastjórnin færu niður í verkfall? Og neituð að veiða lax? Ég hrættum að þá heyrðist hljóður horni. Já, nei, maður nú eldur en 5 vetur strókaður. Og þá er komið að áskoruninni og hér hjá mér er Davíð Oddsson, forsætisráðherra. Velkomin, Davíð. Þakka þér fyrir það. Þú ætlar að taka þátt í áskorunni hjá okkur? Nú, ég held ég ætti að mæta bara hingað í förðun og snýftingum sem ég gerir nú reglulega. Ekki á ég að fara að gera eitthvað líka það. Já, og nú spyrjum við. Tekst Sigurði Jónssoni, sem er 30 byggingaverkamaður, að lifa mánaðarlaunum sínum sem eru 67.800. Það er engin spurning og þetta tekst Sigurði það. Býtu augnablik. Ég átti að segja frá fjölskyldu aðstæðum, kjörum að leigumarkanum og svo framvegis. Það er ekki að segja mér það vegna þess að ég veit allt um það, allt um þeim mál. Vegna þess að ég veit ekki betur en að Sigurður hafi kosið mér í síðustu kosningum sem og allt hans fólk í 7 ættliði. Þannig að þetta er þið besta mál. Já. Og hvað ætlar að leggja undir? Ég ætla að leggja undir næst þegar sjómenn fari í verkfall, þá ætla ég ekkert að skipta mér að því. Já. Það er mitt það. Og þá skulum við líta á hvernig Sigurði gengur.
Þar höfum við það. Þarna var Sigurður komið rækilega yfir á heftinu og átti þó eftir að borga, síma, rafmagn, hita, dagvistun, afnotagjöld og fleira. Þannig ekki tókst hjá honum að lifa mánaðarlaunum sínum. Sko, þetta bara getur ekki verið. Jú, Davíð, þú tapaðir þessari áskorun. Nei, þetta útúrsnúningur, sko. Þetta hlýtur að byggja á snar vitlausum forsendum, sko. Nú? Sko, Sigurður hefur bara ekki tekið eftir því að það ríkir góðæri í landinu og hefur ríkt langt skeið. Ef að Sigurður hefur tekið mark á góðærinum, þá hefur þetta gengið miklu betur hjá honum, þannig ég lít svo á að ég hafi ekki tapað og hvað þá klikkaði þessar áskorun, sko. En Sigurður á ekki fyrir brýnustu nauðsynum. Nei, en sko, ég setja bara lög á hann. Lög? Já, lög, ég læt að samþykkja lög þess eðlis að það sé bannað að eiga ekki fyrir brýnustu nauðsynum. Ég meina það vond landkynning og við getum ekki líðið svoleiðis. Davíð, getur þú þá gefið Sigurð einhver ráð? Já, ég sá ekki betur en að hann hefði verið að splæsa á sig þarna rándýrum bjór. Ég meina, og það á hann auðvitað ekki að gera í miðju góðærinu, sko. Ef hann vil endilega dett í það, þá á hann að sjálfsögðu að drekka góðæriskoffi. Það gerum við hinnir og verðum ekki meint af. Hvar allt á hausnum, lítið til af lausnum, lapinn dauði beint úr skel. Sægreifarnir ná sér, vart í nef og spá sér, norðangar og harma jél. Hvar barinn lómur, brýndur vælur rómur, brotinn sér hver von í mér. Hvar gleðin síst og hvar tönnum gnýst og grátið on í hana stél. Auka sjónum, það satt að veit mín trú. Ekka sjónum, fólk á dekkin ég í brú. Ekka sjónum, heldur inn á LDU. Ekka sjónum, ekka sjónum, ekka sjónum. Engin Kristján, ekki tvein. Ekka sjónum, engin gölluð laga grein. Ekka sjónum, þó að engin veit í bein. Ekka sjónum, ekka sjónum. LDU, LDU, nefur hausinn Þorsteinn nú. LDU, LDU, nefur hausinn Þorsteinn nú. Ekka sjónum, það satt að veit mín trú. Ekka sjónum, hvorki á dekkin ég í brú. Ekka sjónum, heldur inn á LDU. Ekka sjónum, ekka sjónum. LDU! Ég skil þetta nú bara ekki. Nú? Þú ert alltaf þungur, maður. Það getur ekki verið. Nú, þú ert 143 kíló. 143 kíló, ég, sýnst þið það? Nei, mér sýnst það er nú kannski eitthvað að viktinni. Maður heyrði aftur. Ertu útgerðarmaður? Já. Já, það er svona þungt í hljóðið. Það hefur nú komið á daginn að Það hefur nú komið á daginn að fjöldi laga sem samþykkt hafa verið frá Alþingi hafa aldrei tekið gildi þar sem gleymst hefur að birta þau. Það hefur til dæmis komið á daginn að Íslendingar eru ennþá undir Danakonungi því sambandsslit við Danmörku voru aldrei staðfest á sínum tíma. Ingjaldur ræðir nú við Torfa Heinz, starfsmann kerfisins. Já, þetta er mjög bagalegt, ég viðurkenni það alveg. Það er bara svo mikið vesen að standa í því að birta öll þessi lög. Þingmennirnir okkar og svona duglegir að samþykkja og samþykkja, halda með báðum og beina að viðmælanda. Svo verður svo mikið álag á mér og svona og svo hefur þetta kannski hlaðist upp hjá mér og stundum hef ég kannski fengið flensu og maður getur nú veikst eins og aðrir og þá hef ég ekki komist í að koma þessu öll í prentun og svona. Ég man til dæmis að árið þegar stjórnarskráin var samþykkt og svo kallt úti, ég var ekki öll að sokkum, svo ég ákvað bara, það er að sé, gera þetta hérna, ákvað bara að kúra áfram, bara kúra. Já, en er það ekki ófyrir... Nei, ekki spyrja mig út í þetta, þú bara mismælir þig. Já, það er satt. Satt. Ég vissi það. Rólega, einu! Einu í einu! Ræðu ykkur bara hérna upp, allar konur hérna, ekki leggja stað. Nei, einu, sagði ég!
Ich habe mal das wichtig auch. Hätte man konnte man doch góla, das man gedacht, da kannst du auch, das alle blättarna sån. Jú, þakka þið fyrir Ófeigur. Það rétt að ég hef mótað nýja skólastefnu sem á eftir að gjörbylta skólakerfinu í landinu. Nú verður börnum til að mynda kennt að lesa sem ég hygg að sé nýlunda hér á landi. Já, en börnum hefur verið kennt að lesa, Björn. Nú, akkur var mér þá aldrei kennt það? Einhverjar fleiri nýjungar. Jú, það til dæmis einnig meiningin að kenna skólabörnum að reikna. Já, en nei, Björn. Ætlar að segja mér það að skólabörn kunni að reikna almennt á Íslandi? Já. Akkur var mér ekki sagt frá því? Þá hefði ég kannski getað fengið krakkana til þess að reikna úr hvað þetta brambótt allt saman kostaði. En hvað listmenntun? Já, nei, það alveg nóg af klessumálurum og svöngblöðurum í landinu fyrir, það ekkert á það bætandi. Hins vegar, þá ætlum við að taka upp kennslu í lífsleikni. Það að segja, við ætlum að kenna börnunum að lifa eins og sannir Íslendingar og þar með að freista þess að koma þeim út í lífsgæðakapphlaupið eins fljótt og nokkur kostur er. Það hefur sýnt sig að þegar kaupmenn bjóða íslenskum neytendum upp á kjarakaup, þá hefur ríkt algjör ringulreið og agaleysi. Þessu verðum við að breyta strax í grunnskólanum og við erum þegar byrjaðir að þjálfa kennarana í þessari nýju námsgrein. Ég naskur neytandi. Ég naskur neytandi. Ég alltaf leitandi. Ég alltaf leitandi. Að gilli boðum alls konar. Að gilli boðum alls konar. Og tilboðsverði hér og þar. Og tilboðsverði hér og þar. Brauðristum og ískápum. Brauðristum og ískápum. Gestum farsímum, heimilistækjum, ískápum, þvottavélum og skannerum. Ég komum sig ekki fyrir einni línu. Spurningin annarkvor. Spurningin annarkvor. Að eiga ekki krítarkort. Að eiga ekki krítarkort. Staðnum! Standa rétt, einfalda röð. Hendur í vasa. Tilbúinn, fram með kortin. Fínt þið eruð komin inn í vestlununa. En barsmíðarnar við inganginn hefði mátt ganga betur, ekki satt? Jú, kennari! Hvert þá næsta skrifið? Vesla! Það var rétt, eins og þið sjá hérna í heitunum, hér eru tilboð út allt. En það efst uppi sem að sértilboðin eru, bestu tilboðin. Tilboðin, takk ykkur stöðu. Árás! Hvað er það að gera? Stopp! Hvað er það að gera? Er það að henda pökkunum niður til félaga ykkar? Já, Þið kallið ykkur neytendur, þið ykkur til skammar! Myndlistarmaðurinn og lífskunstnerinn Rúnar Fandal sýnir þessar myndir nokkra verkum sínum hér á listasafni Vöku. En hann með sýninguna Skaðinn skeður. Ég fekk vinn minn Einar Sölva til þess að rölta með mig gegnum sýninguna. Velkomin Einar. Það má segja að það sé svona ákveðin heildarmynd yfir verkunum á sýningunni hérna. Jú, mikið nóskup, því að eins og sjáum á þá er þetta verk sem að Rúnar hefur unnið á tjónatilkynningar og sína afstöðumyndir á hinum fjölmörgu árekstrum sem listamaðurinn hefur lent í. En svona talandi þessi verk og sýningunni í heild svona, mér finnst vera svona ákveðin tengsl bara við lífið sjálft. Jú, alveg talandi dæmi. Því að einhvern veginn í öllum tilvíkum þá áttar maður þessi nákvæmlega á rótinni að hverju verki fyrir sig. Einmitt. Tökum dæmi hér. Hér sjáum við verk frá 14. apríl 1995 og sem sýnir þann atburð þegar Rúnar ekur yfir á rauðu ljósi og fær Volvo 86 inn í hliðina á sér og síðan hleðist þetta skemmtilega hérna í kringum þann kjarna sem hann þar með búinn að mynda á götunni. Og þannig skynjar áhorfandinn hvernig hugmynda nýju myndlistaverki hlýtur hafa orðið til einmitt þannig staðna. Já, enda nefnilega verkið þetta ekki Rautt ljós. En sko, hérna eru 55 verk sko. Þetta er mikið framleiðsla þannig að maður sér alveg fyrir sig sko að myndlistarmaðurinn bara alveg vakinn og sofinn yfir verkunum, yfir listinni, alveg. Og talandi það, þá verður hér fyrir okkur annað verk. Þetta nefnir Rúnar Dott og sýnir það þegar hann sofnar undir stýri og ekur beint á ljósastur sem hefur náttúrulega
sínum afleiðingar. Já, en sko, en það er ekki bara þessi skemmtilegi einfaldi stíll á myndvarkunum, sko, heldur svona, maður finnur alveg fyrir því, sko, að sko, bara þessi akstur stíll líka, skilu, sko, sem gera það verkum að, sko, manni finnst bara, manni finnst sýningin ógnvekjandi, og maður sér bara, wow, og einmitt þess vegna, þá verður mjög spennandi að fylgjast með Rúnari í umferðinni í framtíðinni. Já, er það ekki? Og þar með á myndlistarsviðinu. Einmitt, alveg hörkuspennandi að fylgjast með honum, ég tek þessu. En við látum þessu þá lokið, en vonum að listamaðurinn útskrifist sem fyrst af spítalanum. Jæja, þetta gengur bara vel hjá mér, Afi. Já. Herðu, á ég að gefa mér inn? Já. Það má ekki gera 110 hérna. Já. Heyrðu, ég svíða þennan. Já. Hérna. Heyrðu. Heyrðu, lögmennur á eftir okkur. Já. Þannig að, heyrðu, ég gef allt í botn. Já. Ég stinga bara af. Já. Það er alveg frábært að vera í æfingakstur með þér, Afi. Já. Það varð uppi fótur og fit í höfuborginni þegar fréttist af áður ófáalum raftækjum til sölu. Erlendur var á vettvangi og tekur nú við. Yfir til þín, elsku Elli minn. Jó, þakkaði fyrir Víðir. Einmitt, jú, hér er mikil örtröð og mér er jafnvel sagt að biðröðin nái austur á Selfoss. Og hver er ástæðan? Jú, það er þetta litla raftæki sem við sjáum hérna. Þetta er rafknúin korgsuga. Á hverri mínútu verður nefnilega opnuð ný stórverslun með raftæki og eins og auglýst var í öllum fjölmiðlum verða korgsugur á sérstöku tilboðsverði. Margir af þeim sem hér er í dag hafa staðið í biðröð frá því á miðvikudag í næstu viku og hefur atvinnulíf á höfuðborgarsvæðinu að mestu legið niðri undanfarna 10 daga vegna þessara biðraðar. Annað eins æði hefur ekki gripið sig hér á landi frá því í síðustu viku þegar NASA-fræsararnir komu á markaðinn. Gríp eitt hérna tali fyrirgjöðu. Hérna, hvað ert þú að gera hér? Ég ætla að fá með korgsugu, það er ekki spurning, sko. Það er bara tími til komin, það er ekki fengist hér á landi, sko, fram að þessu, þannig að það er bara komið tími til þess að við Íslendingar fáum að njóta þessara frábæru tækni, sko. Já, og allir sáttu við að vera í biðröð? Já, þetta er búið að vera alveg meiriháttar hjá okkur. Er það ekki rakkar? Fengjum fastar að bræðra landsborgar. Það er opnað þetta! Fyrirgeðu. Þú varst á Vesla, sé ég? Já, heldur veitum maður, ég var frá Korsugu. Já. Þetta er alveg mega tæki maður. Já, það? Við dreifum svona tæki mörg ár maður. Já, hvað gerir hún? Hvað gerir hún? Já. Hvað gerir hún? Til hvers er hún? Til hvers er hún, já. Þetta er raftæki maður. Já, ég veit það, en hvað gerir þið korgsuga? Hvað gerir hún? Það er svo ótal margt maður. Það er bara svo ótrúlega, sko. Þú getur tengt hana beint í tölvu, heimilistölvu, bara venjulega heimilistölvu. Og ef þú færir modem, þá getur þú tengt hana beint í símalínu. Og ef þú færir millistykki, þá getur þú tengt hana beint í hrærivél, skilur. Þá eru að hafa, sko, strömbreyti. En hvað gerir hún? Hvað gerir hún? Það er svo margt, maður. Hún býður upp á svo mikla möguleika, maður. Það er til dæmis sagt að láta hann ekki hitta mikið. Og hún nær til dæmis alveg upp í 11. Og svo er þetta að skilja þetta heima, maður, bara í gangi og hún bara slegur á sér. Korgsugan? Það er nú kannski erfitt að lýsa því í stuttu máli, en já, til dæmis að maður á fleiri en eina, þá getur maður svona að raðtengt þær. Nú, og svo er þetta að nota hana til að pressa þurrkuð blóm. Setur maður þið bara undir hana, sko. Nú, ég mér sé heilt að fólki sem notar hana til að halda opnum hurðum og hún er nógu þung til þess, sko. Já, en hvað sagður hún kostaði? 39.900. 39.900? Já, það er ekki, já, það er, já, einmitt, það er nú, það er eiginlega þetta að sleppa þessu, sko, það er 39.900. Hleyptu mér það, má hleypja mér ekki. Það er röð hérna, farði í röð. Já, má ég heyra? Já, einu sinni enn. Þetta er alveg stórfurðulegt. Má heyri þér? Einu sinni enn. Já, ég bara skil þetta ekki. Eru þið útgerðarmenn? Já. Nú, það skýrir ýmislegt. Það er svona mikill urgur í ykkur. Já. Það er ekkert við því að gera. Já, það... Petur, hvað er að gera? Það er tómt, ekki. Er ekki fleiri atriði? Ekki, það er búið. Það er eitthvað bóið við það? Nei, það er bara búið tómt. Hvar er spaukstofan?
Fyrirgefðu, við erum bara ekki tilbúin með næsta atriði. Get ekki komið uppfyllingarefni með við klárum þetta? Jú, Tom og Jenna eða eitthvað. Strákar, látið ekki svona. Við skulum bara skrifa þessi atriði. Sko, ég neita að skrifa þessi atriði með Hallgrími Pétursinni. Nei. Heim í páskaþætti. Við hvað þætti ég þá heima? Hver á að leika Hallgrími? Ég ekki allir alveg. Nei, Siggi. Manstu hvaða dóma þú fyrstur að leika Jesú í fyrra? Já, en ég meina... Ei, ég geti leikið Tyrkjaguðu. Já, þessi atriði verði ekkert skrifa. Það er alveg á hreinu. Ég var frammi hérna. Og það var allt vitlaust. Já, ég sagði þarnilega að framkoma þeirra væri eins og spaukstofa. Já, finnst það skrítið? Er það ekki lágmarkskrafa að þjóðin fái sjálfa dæmum hvort þessi atriði eru við hæfi eða ekki? Ég ætla ekki að leggja neitt dóm á það vegna þess að það er málefni sem að mér finnst að ég get ekki verið að leggja dóm á þegar ég hef ekki hugmynd hvað kann að gerast í málinu. Og hvað segir Þorsteinn um þessi atriði? Já, ég ætla ekki að segja neitt til það á þessu stigi málsins. Við þurfum að skoða þessa stöðu. Hún er mjög alvarlega að mínu mati og ég sé ekki að það sé nein lausn framöndan. Já. Og samt eru þetta nú atriði sem eru ekki stærri en svo eða flóknar en svo að menn eiga að geta laust þau á nokkrum klukkutímum ef menn raunverulega vilja það. Já. Og hvernig ætlar ríkisstjórnin að bregðast við þessu? Já, við ætlum að ræða málið á ríkisstjórnarfundi á morgun, vorum undirbúið okkur undir það. Já, ég veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta, en... Nei, það segir þú sett. Umtalsvert magn fíkniefna hefur glatast í höndum lögreglunar undanfarin ár. Vilbert kannaði það mál í dag. Nei, ég hef ekki hugmynd hvað varð allt þetta dóp. Ekki grunum það? Nei, ekki hið minnsta hugboð. Ekki græna glóru? 10 fingur upp til Guðs. Ekki græna glóru? Heyrðu, ég var að svara þessari spurningu, þannig ég sé nú ekki mikið tilgang með þessu viðtali. En svo þú farið nú ekki fíluferð, þá getið svo sem menns boðir í kaffi. Strákar, eigi ekki kaffi handa manninum? Jú, komdu hérna minn. Já, þakka þér fyrir. Þá er endilega sopa hérna. Rjúkandi fint. Hörðu, það er bara vestu fjandinn að við erum búin með þetta. Sigurinn? Sigur? Nei, þetta er nógu sigur. Hörðu. Er ekki til eitthvað með kaffinu? Það er nú freka lélegt svona. Jó, ég har samt að ná í nokkra kökkur inn í geymslu. Hörðu, það með eitthvað töflur hérna? Það er svolítið þurra sem er. Má svæla. Þið bara að gera ykkur þetta góðu. Hérna er til eitthvað sem eitthvað... Já, ég verði ekki bara E-vitamin. Þetta er E-vitamin. Það er ekki dónulegt. Hörðu, skellum því okkur strákar. Hugsa blöður á skemmtunni. Skræbóttir fuglar á fílsbaki þeysa, froskarnir bleikir og sólin er hál. Köflóttur skandall og alhrímuð meysa, hlaupand á gúmmískóm, stokkand með kál. Grænmála túnskinn með grasið í skónum, golfþorskar skora í net. Löggurnar strípaðar leggjast með rónum í flet. Löggurliði saknar dópsins, löggurliði saknar dópsins, löggurliði saknar dópsins. Löggurliði saknar dópsins, löggurliði saknar dópsins, löggurliði saknar dópsins. Og þá verðum við að hætta þó við vildum gjarnan halda áfram langt fram á nótt. Verðið góð við sjálf ykkur og aðra helgina. Góða nótt. Hvað er þetta að gera?
Hann á köldum klaka í Japan. Góðir áhorfendur, vinsamlega spennið beltin og athugið að reykingar eru heilsuspillandi því að nú hefst útsending enn einnar stöðvarinnar. Gjörðu svo vel, illa bilaðist en engin maður. Gott kvöld! Landsbankinn situr uppi með óheyrilegar byrðir af reyktum laxi sem verður boðin upp nú helgina til að brúa ónákvæmnisbilið í upplýsingum til Alþingis. Einnig býður bankinn viðskiptavinum sínum ódýra GSM síma ef þeir lofa að gera ekki frekara veður út af laxveiðum á vegum bankans. Þetta mál skoðum við betur á eftir en fyrst þetta. Góðan dag. Góðan dag. Já, ég hérna með bankabókina mína. Já. Geturðu sagt mér hvað mikið inn á henni? Hvað inn á henni? Svo. Já. Svo, það ekkert inn á henni. Ég held að það væri 42.220 krónur. Já, fyrir ekki að þetta var eitthvað ónákvæmt hjá mér. Jó, það eru hérna 402.517. Hvað eru háir vextir á svona bók? Á svona bók? Þetta eru 1788% vextir. Ég held að það væri 4,5%. Það? Já. Já, ég sé það núna. Þetta er aðeins ónákvæmt hjá mér. Það er 4,5%. Ég ætla að fá að taka út af þessari bók minni hérna. Já, allt í fína. Við sjá 1 milljón, 2 milljónir. Þetta er ómikið. En það? 10.000. Bara 10.000 krónur? Já. Veitu, þetta var eitthvað ónákvæmt hjá mér, var það ekki? Já, ég er þessi hræddur það. Já, veitu, 10.000, er það bláu peningarnir sem ég á nota? Já, notaðu bara bláu peningarnir. Já, þá er þetta alveg á hreinu. Við sjá, 1. Þetta er eitthvað... 2. Svítið. Og 3. Mikið held ég. Er það? Já, þetta sé... Herðu, sko, sjáðu til, ég er bara að reyna að sinna mínu starfi. Það er fullt af fólki sem býður eftir að fá að koma að stað hérna og ef þú vilt hafa þetta eitthvað náið, þá verður þú bara að fara í einhvern annan banka. Númer 3226, gjörðu svo vel. Er ekki númer 26 næst? 26? Já. Já, fyrirgefðu, þetta var eitthvað ónákvæmt hjá mér. Númer 26, gjörðu svo vel. Það er ég. Það er þú? Já. Já, allt í lagi. Góðan dag. Góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn og blessaður. 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 Góðan dag. Blessaður, góðan daginn. Góðan dag. Góðan dag. Hei. Halló. Ég var að bjóða góðan daginn. Hvað? Er þið hvað? Nei. Mér finnst þú verið eitthvað svo stúrinn. Getur það verið? Það? Já. Hvað heitir þú? Ég? Já. Rúnar. Rúnar minn. Komdu ég ætla að tala við mig. Komdu. Hvað er svo að baka þig? Bara ekkert fyrst svona. Já, varstu eitthvað? Gekk eitthvað heill í vinnun í dag? Já, erfiður dagur. Já, þú voru að passa það á því að vera ekki að taka með þér vinnuna heim á kvöldin og svona, láta þetta bitna á öðrum, það má ekki. Nei. Nei, þú voru að venja á það. Það er fjármálin að vissinast. Er fjármálin að baka þig? Hvað segirðu? Það er nú óþarfa að vera að standa í svoleiðis lögum, það er ekki bara spurning góðan víxil bara. Jú, ég bara fæ hver ekki upp á skuðað. Hvað ert að segja? Það er lítið mál maður, við ræddum því. Nú? Hei, fylltu þetta hérna út. Svo skrifa ég bara upp á fyrir því. Svo ferðu bara með þetta í háaleitisútubúið til að spjarna. Segir að Golli hafi sent þig. Golli á leið 15. Flýgur þig í gegn. Já, allt í góð með það. Eitthvað fleira kallinn minn sem er að elgja þig? Já, bíllinn er bílaður. Hvað séu? Fór ég hann á kúplinginn? Hvað er þetta að segja? Æjæjæjæjæjæ. Hörðu, við verðum að redda því. Biggi! Já, hvað? Já,
Það er bílu hérna dröstla, getur ekki senda Reyni á verkstæðinu? Hvað er bílinn? Hjá tollhúsinu, þetta er blár Opel. Já, Biggi, senda hann Reyni hérna niður í tollstjórahús. Það er blár Opel þar fyrir utan með bilaða kúplingu. Blár Opel? Já, látt hann gera við hann bara. Biggi, látt hann svo taka bensín á hann og skipta olíu á hann og svona þrífa hann almennilega og fara svo með hann. Hvert á hann að fara með? Hvað býður? Hvassaleiti 126? Fara með hann í Hvassaleiti 126. Já, ég reyni það. Já, býttir. Allt í lagi. Ok, flott. Jæja, kallinn minn. Hvert að fara? Þetta? Nú, ég er að keyra þig heim. Ha? Já, elsku kallinn minn var ekkert að láta þig taka skiptimið á að vesinast svoleiðis, bara beint heim. Ekki þjónusta hjá okkur, ha? Jæja, kallinn minn. Þá erum við konir heim. Já. Já, ætlar ekki að drífa þig inn? Er nú einhver vandræði heima fyrir? Við rifumst í morgun, ég og konan og... bara... Það er leiðilegt. Heyrðu, við rettum því. Ha? Já, ég kem bara inn og tala við konaðina. Nú? Já. Ég er ekki að þessu. Þú hættur. Heyrðu, þið bara takið rólega og ræðið þjóðmálin. Ég þarf aðeins að skreppa hérna smá stund. En alltaf jákvæðum nótunum, öskurnar. Ekki nöldra. Muna það bara. Ok, bless á meðan. Svona, Imba mín. Þetta verður allt í lagi. Ég vissum að þið líði miklu betur eftir að þú ert búin að tala við sálfræðinginn. Já, Ingibjörg. Já, hún er hér. Já, ert þú faðir hennar? Nei, ég er flokksformaðurinn hennar. Já, komið þið hérna aðeins inn? Já, Imba mín. Svona engar áhyggjur. Sæl, Ingibjörg. Já, það er hún Ingibjörg, já. Já, ég er nú með ykkur á pappíri hérna yfir hana. Það er eineltismál. Já. Já, það er alveg bara voðalegt hvernig komið fram við hana. Segðu mig frá því. Já, hún má bara ekki segja nokkurn skapaðan hlut, þá er þingmennirnir byrjaðir að stríða henni. Það er alveg sama í hvaða málum hún stendur, það er snúið út úr öllu og allt lagt út á vestaveg. Já, nú er svo komið að hún þorir bara varla að opna munnin, hvort sem það er nú í þinginu eða í fjölmiðlum, það er bara hlegið að henni. Hvað finnst þér sjálfri þetta, Ingibjörg? Auðvitað er ég að athuga hvað mér finnst í þessu máli. Það er auðvitað allt og snemmt að gefa það upp hvað mér finnst í þessu máli á þessu stigi málsins og það... Já, þú sér það hvað þetta er alvarlegt mál. Já, það segir satt. Góðan dag og velkomin á Karlaklósettið. Til að tryggja hámarkshreinlæti höfum við komið upp tölvustýrðu eftirlitskerfi. Gjörðu svo vel að nýta þér aðstöðuna. Gjörðu svo vel að standa aðeins nær. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel að hrista. Gjörðu svo vel að hrista aðeins betur. Takk fyrir. Gjörðu svo vel að renna upp. Takk fyrir. Ef þessum leiðbeiningum í einhverju ábótavant, þætti okkur gott að fá að vita af því. Takk fyrir viðskiptin og hafðu það gott. Sko, þannig að lykilatriði í góðu hjónabandi er að tala saman. Það er alveg ótrúlegt hvað smá misskilningur getur hleypt öllu í bál og brand eins og þið þekkið. Ég sé það núna bara hvað ég hef verið ósanngjörn. Þú hefur aldrei verið ósanngjörn, elskar mig. Alltaf að hlusta vel. Það er lykilatriði í góðum samskiptum.
Æ, fyrirgefðu, elskan. Ó, fyrirgefðu, miklu heldur, elskan mín. Þetta er bara búið að vera vandamál hjá mér alveg frá því að ég var smá stelpa. Hvað ert að segja? Er það já? Heyrðu, við verðum að taka á því. Leggstu hérna skan hjá mér. Svona já. Hvað segirðu? Hérna, hvað varstu gömur þegar þú hættir að pissa undir? Nú hefur loks fundið skýring af því hvers vegna Íslendingar eru hamingjusamasta þjóð í heimi. En hún er svo, af öllum þjóðum heims drekkum við langmesta sóðakóla. Lítum á það. Við erum hress og þrautseig þjóð og þurfum mikið góðs. Það streymir foss og van í oss sem einatt kveikir bros. Við kærum okkur ekki mjólk og ekki blávatn, í litlum dósum lukkan býr og lukku þömbum öll sem þömbum meir en í gjár. Sóðakóla, í litlum dósum lukkan býr og lukku þömbum býr. Aldeilis ótrúlegt magn af þorski hefur veiðst hér við landa undan förnu og er fiskurinn bæði óvenju stór og viðkunnanlegur. Vilbert ræður nú við Jens Hansson, trillukarl. Jú, blessaður verstu maður. Þetta er alveg með ólíkindum. Þorskurinn veður hér alveg upp í fjörur og það er bara ekki nokkuð friður fyrir honum. Maður þarf ekki lengur eiga bát, sko, það er nóg eiga bara góð stífil, maður veður bara út og hendir hún bara á land. Það leggur alltaf nokkuð maður á sig að fara á sjó lengur, sko, því að þorskurinn er svo brjálaður í að láta veiða sig. Hann riðst bara borð og við strákarnir höfum ekki undan að berja nú til í borðstokkin, svo hann sökk ekki allir undan okkur bara. Þetta er alveg ótrúlegt. Finnst þér þetta ótrúlegt? Ég get sagt þér það, hann Doddi bróðir minn fór á sjó daginn með allan sinn mannskap og þorskurinn var svo brjálaður í að komast borð, hann bara réðist borð og nauðgaði öllum strákunum, ekki mér. Altså þetta er ótrúlegt. Já, en ég bara ljúga þessu. Ég bara kanna hvað ég kemist langt með þig. Já. Nú þurfum þið að stoppa vegna hrygningarinnar. Hvernig leggst það í ykkur sjómenn? Það leggst ekkert í okkur, sko. Já, en við gerum bara til túristana með hann. Túristana? Já. Nú bjóðum við bara på þorska skoðun. Það er að selja þessum túristum hvað sem er. Hey, there's another one over there. Over where? Where? Oh, yeah, there. No, don't come first. Kaupfélag Eyfirðinga opnar stórverslun í Reykjavík innan tíðar. Lítum á það. Fyrirgefðu? Já. Getur þú nokkuð aðstofa með þess? Hvað það er? Er ég að leita mjólkinni? Að hverju séru? Mjólkinni? Ég bara aldrei þetta nefnt áður. Eigi ekki til mjólk? Það held ég ekki, aldrei þetta nefnt. En hvar finn ég þá kókdósir? Hvað séru? Kókdósir? Þú ert nú bara að nefna einhverja vörur sem við kunnumst ekki við. Þú ert bara að fara í einhverja aðra búð og leita annað, sko. Nú er ekkert svoleiðis til hjá okkur? Það held ég ekki, aldrei þetta nefnt. Nei. Skrítin búð? Það er kallinn minn. Heyrðu, getur þú aðeins hjálpa mér? Já, hvað það verður? Ég er að leita mjólkinni. Já. Hörðu, hún er hérna, sko, þú lappa bara rúmt inn í það og hún er hérna sunnan með við frontinn. Já. Svo vantar mér nokkra bauka af kóki. Já, blessa það er í bunkum alveg hreint hérna sunnan megin, sko. Já. Hörðu, helvítið spilur hálfvitað geta verið þessi sunnlendingar, maður. Já, það er nú naumd skamtaði þá vitið, maður. Segirðu, maður? Æ, þetta er sæl. Jæja, ég er búinn að svæfa krakkana. Nú? Las fyrir þau rauðgræna, þau hefðu ofsalega gaman að því greið. Heyrðu, en stelpan þurfti nú að fara að komast til tannlæknis. Ég skal bara bóka tíma fyrir hann í fyrramálið. Nei. Jú, ekki. Hvernig smakkaðist maturinn? Jú, frábær, alveg þakka þér fyrir. Já, það var nú lítið, ég er búinn að lauma á þessari uppskrift nokkuð lengi. Ég má ekki bjóða ykkur örlítið meira rauðvín. Jú, takk fyrir það. Það er algjört frumskilyrði að hjón fái alltaf á og til smá stund til að svona hafa það huggulegt. Já, svona kósa sig pínlítið og hafa það romantist. Jæja, heyrðu, ég ætla að skella í eina vél og hrífa baðið og allt í fína og nú held ég að þið ættu að fara og fara í rúmið. Já. Sko, það er nú þannig að... Er kynlífið eitthvað að bögga pínlítið svona? Nei, Elskurnar, hafið nú ekki áhyggjur af því.
Við kunnum ráði því. Reldum því, komið hérna inn í svefnherbergi. Komið inn í svefnherbergi? Já. Jú. Og taka því, elskunnar mínar, ekki það. Já. Lags og aftur lags. Það eina sem þú hugsar bara lags. Ég er ekki ánægð með þennan texta hérna. Nú, hvað þessu? Hann er eitthvað svo ónákvæmur. Ónákvæmur? Ég er með annað hérna sem er miklu nær lagi, sko. Já, bara prófa. Lags og aftur lags. Það eina sem þú hugsar bara lags. Enn standa menn ráðþrota gagnvart hrossasóttinni svonefndu. Erlendur hefur sinnt því máli af kappi undanfarnar vikur og tekur nú við. Já, Pétur, hrossasóttin breiðist óðfluga út og ennþá hefur ekki fengist neinn haldgóð skýring á því hvernig hún berst á milli landshluta. Ég er búinn að fara nánast í hvert einasta hesthús á landinu og nú er ég komin hér á ósýkt svæði og hvernig skildi hljóðið verið mönnum hér? Auðvitað erum við hestamenn algjörlega uggandi yfir þessu og þökkum okkar sæla meðan þetta berst ekki hingað. Hefur þú einhverja skoðun á því hvernig sýkin berst á milli? Nei, þetta er algjörlega óskiljanlegt. Bergur Dagsson dýralæknir, þitt svæði er ennþá laust við hrossasóttina? Já, enda höfum við gætt ítrustu varkarni. Þannig að þið ættu að vera nokkuð öruggir? Já, ég er svo framanna sem ekkert kemur upp á. Hanna nú. Já, ég veit svei mér ekki hvernig þetta hefur borist svona á milli. Við höfum passað afskaplega vel upp á það að það sé engin samgangur á milli þeirra sem hafa verið á sýktum svæðum og okkar. Já, þið hafið semst verið mjög strangir á því, eða ekki? Jú, það er ekki nema þá helst að þið fréttamenn sem eru valsend á milli og... Þannig pildar, hvernig gengur? Jakar svona. Þetta er fínt hjá okkur. Jæja, Friðrik, þú ert að hætta. Nei, ég er ekki alveg búinn. Nei, ég átti við þú ert að hætta sem fjármálaráðherra. Já, það? Já, ég var að spója að skella þér í Landsvirkjun. Já, það? Já, það er eitthvað svo ófrumlegt að senda menn upp í Seðlabanka. Það er svo fyrirsjáanlegt eitthvað. Já, ég skil. Já. Þú getur valið Landsvirkjun eða tómstundahúsið. Já, en er það ekki svo illa að borga? Nei, blessaðu vertu maður. Það verður á blúsandi eftirlaunum. Er ekki ástæðan fyrir því að þú ert að hætta það? Nú eða þú getur bara farið á atvinnuleysusbætur. Það eru alltaf háar eins og þú veist. Svo er ég að hugsa að gera Ingibjörgu Pálma að hjúkrunarfræðingi. Já, þá er alla líkur að því hún flyttir til Noregs. Björn, þú ferð þá í heilbrigðismálin. Já, nei, má ég ekki freka að fara á mokkan aftur? Nei, ég ætla að senda Steinar Páls þangað. Það vantar alltaf duglega blaðbörðardrengi. Guðmundur, þú hættir sem umhverfisráðherra. Og hver tekur við að mér? Hrafn Gunnlaugsson. Hann er komið með svo mikla reynslu. Hemmi Gunn verður menntamálaráðherra og Franklín Steiner verður fjármálaráðherra. Það er ekki dómsmálaráðherra. Þú veist aðeins vel og ég, Friðrik, minn að ríkiskassin er ekkert annað en spilakassi og við þurfum mann sem er virkilega lunginn við svoleiðis. Grímur Thomsen, hann verður dómsmálaráðherra. Já, en hann er dáinn. Það getur hún ekki komið að sög með hvernig ástandið er. Og Jóhannes Kristjánsson eftir hennar tekur svo við restin af ráðuneytunum. Hann næri ykkur öllu það vel og þetta sparar stól hér. Jæja, þetta er búnir. Já, bara hrista vel. Bossi! Jæja, elskurnar, ég bygg nú afsaka biðina, þetta tók aðeins lengri tíma heldur en ég bjóst við. En ég get glatt ykkur með því að þau eru ofsalega lukkuleg hjónin. Það er mikið álægt að sjá þig maður, við erum búin að hanga hérna í 5 tíma. En nú einhver orðin pirraður svolítið. Við verðum að taka á því. Hérna, er ekki allt í lagi svona í kynlífinu heima og svona, Og þá snúum okkur að leiklistinni. Velkomin Artúr. Takk fyrir. Og þú fórst í leikhúsið daginn? Já. Og að sjá? Að sjá nýtt íslenskt leikverk. Nú er það Svart laxmaður. Einmitt, og hvernig líkaði þér? Já, fyrst verð ég nú að taka það fram að ég fór með talsverðar væntingar í leikhúsið. Ef að marka má auglýsingar þá var þarna að vera á ferðinni verk sem fjallar íslenskan veruleika og þessi sýning skartar stórstjörnum á borð við Sverri Hermannsson sem oftast stendur nú fyrir sínu. En þú varst fyrir vonbrigðum? Já, ég verð að viðurkenna það. Og ég vil fyrst og síðast skrifa það á reikning höfundanna.
sem eru? Sem eru bankaráð Landsbankans. Sko, ég vissi ekki fyrirfram að þetta yrði einhver dellufarsi, en það er mjög fljótlega í sýningunni sem sést hvert stefnir. Þannig er telt fram bankastjóra sem á laxveiði á og selur bankanum veiðileyfi sem hann notar svo sjálfur. Þannig að hann er sífellt að semja við sjálfan sig, bjóða sjálfum sér í lax og borga sjálfum sér fyrir. Og þessi kaflar eru auðvitað býsna fjarstæðugenndir. Já, þetta var frekar ótrúverðugt. Já, en það er nú ekki öll vitleysan búin, því að svo er ætlast til þess að áhorfendur trúi því að bankinn sé búin að eyða, já, hvað er það, tæpar 42 milljónir í laxveiðar. Já, eitthvað svoleiðis. Og það er náttúrulega algjörlega út í hött. Síðan er bankaráði látið ljúga viðskiptaráðherra sem ber svo lygina í Alþingi og þegar bankastjórinn er beðinn skýringar á þessu, þá segist hann ekki vilja tjá sig málið. Það er engin rekinn og enginn segir af sér og þjóðin svarar með því einu að kaupa sér fleiri og fleiri GSM-síma og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að allt er þetta ákaflega ótrúlegt og langsótt. Nú, þar að auki er þetta afskaplega stillaus sýning, finnst mér. Hún byrjar eins og hvert annað stofudrama, en síðan fer þessi vitleysa í gang og hleður utan á sig eins og snjóbolti og breytist í farsa af vitleysustu sort og endar síðan eins og hreinræktaður harmleikur. Þannig að ég treysti mér ekki til að gefa þessari sýningu meir en, já, 2 flugur. 2 flugur, já. Nú er það svartlagsmaður. En við lítum á þetta. Sko, við erum að reyna að reka hérna strætisvagna fyrirtæki. Og þú bara... Já, erum við ekki alltaf að reyna að bæta þjónustuna? Erum við ekki alltaf að reyna að hafa þetta svona meira á jákvæðu og persónulegu nótunum? Já, fyrr má nú vera. Það er svona þessi rignir yfir með kvörtunum út af þér. Þú bara skullar fólki út og suður, verður að segja austur í Hveragerði. Fólki situr hjá þér í vagninum, verður langt fram á nótt. Já, heyrðu, það er kannski misskilningur hjá mér, en mér finnst þess að þú sést eitthvað tens. Tens? Ég? Er ég tens? Finnst þér ég tens? Já, við rettum því. Það er ófært að forstjóri í svona stóru fyrirtæki sé ekki afslappaður og mjúkur. Má ég finna þess aðslíkaraður? Þú ert alveg beinstífur. Við verðum að redda þessu. Komdu úr. Nú slökum við bara á, sko. Hvað er það að gera? Já, svona úr öllu saman, svona. Já, og leggstu svo yfir borðið hérna. Svona. Það var alveg, svona. Sko, það þú alveg slappaði af. Svona, já. Sko, það held ég. Sko, nú nuttum við þetta bara úr. Þú slakar alveg á og svo. Út með vondaskapið! Út með vondaskapið! Inn með góðaskapið! Inn með góðaskapið! Nína mín, hann Lárus tekur ekki við fleiri símtölum í dag, hann er að fara í einhverfa íhugun. Svona, já. Finnur ekki hvernig þú ert að mýkjast allar upp og verða jákvæðari svona á bjartsýnni? Jú. Já. Jú, ég finn það. Við reddum þessu, kallið minn. Er ekki leikið hann? Það vantar þennan nýja. Þennan nýráða. Já. Það býtur honum. Þarna kemur ykkur. Hæ, strákar. Ég kom inn. Ert þú nýji hásettinn? Já, fyrir ekki hvað ég seit, en ég fekk lykkjufall á sokkabuksurnar þegar ég var að fara út úr dyrunum. En akkurat í þessari múnderingu? Nú, það stóð í auglýsingunni. Stóð hvað? Nú, hásetta vantar á dragnót. Finnst ykkur ég ekki nóg kvenlegur eða hvað? Jú, skelltur borð. Þetta verður spennandi. Jæja! Ábært að leggja. Ok. Og þá er málað linni þetta laugardagskvöldið, verið hressum helgina og orðið mikið lax. Góða nótt. Pétur.
Hefðir nú átt að vara við páskaþætti. Nei, ég vil ekki mynda. Jésús, við erum... Nei, mér finnst ekki ástæðan til að við vekjum